Filipi bréfið 3. kafli. Að endingu bræður mínir, verið glaðir í drottni. Ég tel ekki eftir mér að endurtaka það sem ég hef skrifað, en yður er það til öryggis. Gefið gætur að hundunum, gefið gætur að hinum vondu verkamönnum, gefið gætur að hinum sundurskornu. Vér erum hinir umskornu, vér sem dýrkum Guð í anda hans og miklumst af Kristi Jesú og treystum ekki ytri yfirbörðum. Jafnvel þótt ég hafi einnig þá ytri yfirbörði sem ég gæti treyst. Ef einhver annar þykist geta treyst ytri yfirbörðum, þá get ég það fremur. Ég var umskorinn á 8. degi af kyni Ísraels, ættkvísl Benjamíns, Hebrei af Hebreum, Farísei af stöðni til lögmálsins, svo ákafur að ég ofsótti kirkjuna. Ef litið er á réttlæti sem fæst með lögmálinu, var ég vammlaus. En það sem var mér ávinningur, met ég nú vera tjón sækir Krists. Já, meira að segja met ég allt vera tjón hjá þeim yfirbörðum að þekkja Krist Jesú drottinn minn. Sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorg til þess að ég geti áunnið Krist og reynst vera í honum. Nú á ég ekki eigið réttlæti, það er fæst að lögmáli, heldur það er fæst fyrir trú á Krist, réttlæti frá Guði með trúnni. Ég vil þekkja Krist og kraft upprisu hans og samfélag písla hans með því að mótast eftir honum í dauða hans. Mætti mér auðnæst að ná til upprisunar frá dauðum. Ekki er svo að ég hafi þegar náð því eða sé þegar fullkominn, en ég keppi eftir því ef ég skildi geta höndlað það með því að ég er höndlaður af Kristi Jesú. Bræður, ekki tel ég sjálfa mig enn hafa höndlað það, en eitt gjör ég. Ég gleymi því sem að baki er, en seilist eftir því sem framundan er, og keppi þannig að markinu til verðlaunan á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Krist Jesú. Þetta hugafar skulum við því allir hafa sem fullkomnir erum. Og ef þér hugsið í nokkru öðruvísi, þá mun Guð einnig opinbera yður þetta. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Bræður, breytið allir eftir mér og festið sjónir yðar á þeim sem breyta eftir þeirri hugmynd við höfum yður gefið. Margir breyta, ég hef oft sagt yfir það og nú segi ég það jafnvel grátandi, eins og óvinir kross Krists. Afdrif þeirra eru glötun. Guð þeirra er maginn og þeim þykir sómið að skömminni og þeir hafa hugan á jarðneskum munum. En föðurland vort er á himni og frá himni væntum við frelsarans drottins Jesú Krist. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vorum og gjöra hann líkan dýrðara líkama sínum, því hann hefur kraftinn til að leggja allt undir sig. Filipi bréfið 4. kafli. Þess vegna mínir elskuðu og þráðu bræður, gleði mín og kóróna, standi þá stöðugir í drottni þér elskuðu. Evodíu áminni ég og Síntíke áminni ég að vera samlindar vegna drottins. Já, ég bið einnig þig trúlindi samþjóð, hjálpa þú þeim, því að þær börðust með mér við boðum fagnaðarerindisins ásamt Klemens og öðrum samverkamönnum mínum og standa nöfn þeirra í lífsins bók. Verið ávallt glaðir í drottni, ég segi aftur verið glaðir. Ljúflindi yðar verði kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúkjur neitt heldur gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði, með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Að endingu bræður, allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það. Þetta sem þér hafið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín, það skuli þér gjöra, og Guð friðarins mun vera með yður. Ég varð mjög glaður í drottni yfir því að hagur yðar hefur loks batnað svo aftur að þér gátuð hugsað til mín. Að sönnu hafið þér hugsað til mín en gátuð ekki sýnt það. Ekki segi ég þetta vegna þess að ég hafi liðið skort, því að ég hef lært að láta mér nægja það sem fyrir hendi er. Ég kann að búa við lítinn kost, ég kann einnig að hafa allsnægtir. Ég er fullreyndur orðin í öllum hlutum, að vera mettur og hungraður, að hafa allsnægtir og líða skort. Allt megna ég fyrir hjálp hans er mér styrkan gjörir. Engu að síður gjörði þér vel í því að taka þátt með mér í þrengingu minni. Þér vitið og, Filipi menn, að þegar ég í upphafi boðaði þér fagnaðarerindið og var farin burt úr Makedóníu, hafði engin söfnuðum að þér eini reikning hjá mér yfir gefið og þegið. Meira að segja þegar ég var í Þessalóníku, sendu þér mér oftar en einu sinni til nauðsynja minna.
Ekki að mér væri svo umhugað gjöfina sem ábata þann sem ríkulega rennur í yðar reikning. En nú hef ég fengið allt og hef meira en nóg síðan ég af hendi Epafrodítusar tók við sendingunni frá yður. Þægilegum ilm, þekkri fórn Guði velþóknanlegri. En Guð minn mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörfiðar. Guði og föður vorum sé dýrðin aldir alda. Amen. Heilsið öllum heilugum í Kristi Jesú. Bræðurnir sem hjá mér eru biðja að heilsa yður. Allir hinir heilugu biðja að heilsa yður, en einkanlega þeir sem eru í þjónustu keisarans. Náðin Drottins Jesú Krist sé með anda yðar.